Vönduð heildarútgáfa af Íslendingaflugunum. Fást í næstu verslun. Leys, sannar flugur. Já, ætla hann sé bara ekki í hafsendunum. Sindri með sendingu á Puniet. Já, vel gert og hvað gerir Frans? Frans vippar honum yfir og Einar. Og það förum í fyrsta markið hérna í þessum leik. Þetta var virkilega vel klárað. Vel gert. Frábær sending hjá Pablo. Hjá Frans Sigurðssyni, spurning hvort þessi sjálfsmark ekki, við setjum þetta á Frans. Já, við setjum þetta á Frans, það er erfitt að sjá kannski hvort hann hafi verið inni en þetta var nú vel gert hjá Frans. Skemmtileg vippa þarna og við setjum þetta á hann, engin spurning. Frábær sending, gott hlaup hjá honum hann í gegn og vel tímasett og já, mjög góð sending hjá Pablo, hann er góður í fótbolta. Það var Ari hérna, missi boltan, þá kom aðeins Mikael. Já, þeir voru heppnir hérna, Mikael misti í raun boltan en Sindri var mættur. Já, Sindri Magnússon með Alvaro hann inn í teiknum en já, fær hann aftur. Gefur hérna fyrir og hérna, Óskar með hann á vinstri. Og já, sáuðu þetta mark! Óskar Elías Soeka Óskarsson á 27. mínútu. Tryggvi. Já, þetta var svolítið skrítin sókn, Keflvíkingarnir mistu boltan í raun tvisvar hérna í upphlaupinu hjá IBF. Þetta var ekkert fullkomið upphlaup hjá þeim en Sindri sýnir styrk og dugnað og boltinn svona berst út til Óskar sem er nú réttfættur og fekk hann á vinstri og ég var ekkert allt of bjartur þegar ég sá hann en þetta var virkilega vel klárað, hann bara og þetta þarf ekki að gera fastnefna sko, það er bara flott að snutta þetta bara í hornið. Það er svolítið svona, en þú varst að tala með Sindra. Það er enn og aftur komin upp kantinn, herðu, hann fer yfir á hægri. Hann fer yfir á hægri og það er vinstri og sérðu hvað gerist? Já, takk fyrir. Var þetta ekki sjálfsmark? Ég bara þori ekki að fara með það, þetta sendingarna fyrir og við bara... Mér sýndist Mark Ásland setja hann í eigin net óöppin en... Vönduð heildarútgáfa af Íslendingaflugunum. Fást í næstu verslun. Leys, sannar flugur.